Já, nú komið að þeim þætti hérna við Rauðaborðið sem við köllum íslensk menning, þá köllum við hérna fólk saman til þess að ræða stöðu íslenska menningar á, getum við sagt, viðsjárverðum tímum, í tímum þar sem allir eru sammála að við séum á hverfanda hveli. Það sé að verða straumhvörf í hugmyndum okkar og í heimsmynd okkar og sjálfsmynd okkar og guðmynd okkar. Og að þessu sinni eru hingað komin Auður Jónsdóttir sem rithöfundur og blaðakona. Blaðakona eða blaðamaður, hvað maður bjóðar? Bæði. Ragnar Helgi Ólafsson, skáld, bókahönnuður, heimspekingur. Það er hægt að fara rauk fyrir öllu þessu, svona nöfnir. Rán Flýring, bókahönnuður. Já. Ertu kölluð það eða? Nei. Ég var að reyna til eitthvað hvað ég ætti að kalla þig og ákvað að hafa það. Er það ekki bara ágætis? Það bara fínt, jú. Ég sætti mig alveg það. Og Viktoría Blöndal, höfundur og leikstjóri. Við höfum haft þetta spjall hérna í nokkur skipti og við höfum talað svona ýmislegt. Við höfum að tala að við sem að koma út úr tíma efnishyggju og við sem að koma út úr tíma einstaklishyggju og við sem að koma út úr tíma sem að kannski þið illa getið unnið og alls konar. Við höfum talað mikið peninga og list og hvort að listin hafi tapað sér í því að reyna að meika það og slá í gegn og ekki bara sætta sig að vera fátæk og amatúrísk. Það sé eina leiðin til þess að vera frjáls, það eru lausu peningana. Við höfum talað alls konar. En það gerðist menningaviðburður á sunnudaginn í heiminum sem var hálfleikurinn á Super Bowl. Við erum að byrja þar. Á Bad Bunny. Það sem ég var að lesa í bandarískri pressunni. Það var ein fyrirsögn sem var menningarstríðinu lokið. Bad Bunny vann og það var að því að það var stilt upp, makarhefingi stilt upp sínu eigin hálfleiks sjói með Kid Rock. Hversu glatað? Hversu glatað? Og mér fannst allt í einu dragast upp eins og stundu gerist. Þá sér maður í svona einhverju einu augnabliki eitthvað sem maður heldur þessi stórkostleg sannindi. Mér fannst það þegar ég sá þetta. Það fannst mér, valkostinir eru bara þessir. Þú getur fengið Bad Bunny og það sem að fagna lífinu og ástinni og gleðinni og fólk var með þess að giftast þarna og dansa og gamalt fólk og ungt fólk saman, litöðugt og glatt og opinn faðm. Eða þú getur fengið naggandi leiðindi Donald Trump og Kid Rock. En þeim finnst þeir mjög skemmtlegir? Já, þeir eru bara svo fáir, sko. Það voru 5 milljónir sem horfðu á Kid Rock en 135 milljónir sem horfðu á... Já, þeim gæti fjölgað. Eða þú veist, þetta er hreyfing. Men mér fannst það þess að jákvæð, eins og þetta væri eiginlega ótti okkar við að Kid Rock myndi vinna. Hann er eiginlega ástæðlaus. Það er ekkert sem getur unnið Bad Bunny. Og ástina. Hann náttúrulega, já. Bara, þetta var náttúrulega þessi sýning, þetta sjó, ég veit ekki eins og hverjir voru að spila á tónleikum Bad Bunny, skilur, ég veit ekki hvaða lið þetta voru sem voru þarna og mér er alveg drullu sama að því þetta bara, þessar 13 mínútur þetta var stórkostlegt. Það fannst þið ekki? Jú, ertu að djóka, bara að einhvern veginn, þú veist, ég var alveg með hjartslátt svona fyrir, bara guð minn góður og var alveg svona inn í mér að óska bara hann er vonandi í skotheldu vesti og eitthvað þetta skiljiði. Svo einhvern veginn mætir hann þarna og ég bara allt mitt gjör svo vel til haming. Bara guð minn góður, bara gegnum sykur agrana í byrjun og bara ekki eitt orð á ensku. Bara spænska. Jú, God bless America. God bless America and Chile og everything. Og svo bara... Og sykur agrana sem voru bæði vei fólk í svona grasbúning. Já. Það var svo brjálæðislega fólk. Já. Bara risa innsetning af fólki sem gat síðan bara lappað út. Og lappar í gegnum, þú veist, gamlir menn að spila domino, svona naglastofa, konur að, og svo einhver síðasti barinn í Brooklyn eða New York, Puerto Rico, einhver kettling sem stóð þarna og gaf hann skot og þetta var allt svo, þetta var svo geðveikt, ég bara... þetta er það. Ég held ég hefði verið bara gengin í baddum að ég var svo glaður að horfa á þetta. Nei, ég held að, mér fannst það mitt þessi Polarisynning sem var reynda einhvern veginn að setja á sviðarna, eitthvað Kid Rock versus, mér fannst þetta bara algjörlega svífa yfir allt svoleiðis, það var bara hjákátlegt og þetta var bara eins og þegar maður sér eitthvað
góða list og það bara fær maður trú á list og ástina og bara einhvern veginn. En svo er náttúrulega þetta í hálfleik hjá NFL sem náttúrulega Já. ótrúlega samtök þeirra sem eiga, það eru menn sem eiga íþróttafélögin og þeir taka við bygurunum og svona, þannig að þetta er eiginlega sko versti klúbbur í heimi. Þarna voru stór fyrirtæki að auglýsa og maður velti líka fyrir sér býtu og hann passa sig á því að hann er ekki að mæla gegn einu, þannig að það er ekki að nappa hann, þannig að hann er á stærsta sviðinu en text á sviðinu sem er svo kommersial að það er eiginlega hlægilegt. Samt textunum að koma með einhverja svona allavega hreyfa okkur. Já, algjörlega. Já. Sko, ok, nú verði ég örugglega mjög reiður út mig. Það finnst ég vera leiðilegur, en ég legg mig fram um það. Ég skal verið í hlutverki. Þessan ert þú hér. Ég legg mig fram um það að fyrsta lagi er amerískur ruðningsfótbolti bara eitthvað sem ég veit ekki reglurnar almennilega. Það er mjög óljóst. Þannig að það fyrir mig að fara að kveika sjónvarpinu og horfa á eitthvað dót sem er að gerast einhvers staðar í Ameríku í íþrótt sem er aldrei spilað á Íslandi og einhverja hálfleiks atriði sem er búið að hæpa upp sko, fólk vaknar daginn eftir kveikir á YouTube til að horfa á Íslandi til að horfa á auglýsingar sem gerðust kvöldið áður í Ameríku. Mér finnst sko, það er mín tilfinning og ég byrja fulla virðingu fyrir öllum sem að hafa gaman að þessu og allir hafa sitt, en ég kýs að smyrja þessa vél ekki með minni olíu sko. Mér finnst þetta Mér það eitt að ævintýrunum við þetta að honum tókst að koma innan úr þessu umhverfi og koma með eitthvað sem skiptir máli innan úr mestu drullu heimsins mestu prumpi í Ameríku tókst hann að koma með bara mikilvæg erindi. Já. En ég vakti ekki nóttina til að horfa á þetta, ég horfði á þetta bara... Ég erum kannski aðeins að ígja þetta, sko, en þetta er bara svona stundum þá, þegar við erum í þætti hérna, til þess að tala um íslenska menningu, svo veitna sé Sigur Nordal, fyrir mér ekki aukast fyrir það, að þá finnst mér að svona, ég hugsa um það, þú veist, þetta eru YouTube-menn að vakna eldsnemma árið 10 til þess að lesa fréttirnar af hvað gerðist í Colosseum, hvaða vígamenn drápu hvern annan í Róm daginn áður og ég veit það ekki sko. Stundum finnst mér eins og að þessi svona kolonisering vitundur okkar af amerískri menningu sé bara komin út fyrir mörk sko. Og þannig er ég ekki að tala neitt um þetta atriði, ég hef ekki séð þetta atriði og eflaust frábært sko. En ég var með plan sem umráðustjóri þetta er svona til umhugsunar að byrja þarna einmitt til þess að komast þangað sko. Af því að íslenska menning er náttúrulega fyrirbrigði sem að lifir í sko, við erum í heiminum við getum ekki farið inn í hlöðu af okkar eða... En það er þetta, sko, ég bara eitthvað aðeins að ranta hérna út af þessi Ragnar Helgi að segja að sko, það er einhver svo tilfinning sem hefur þessum teranda bara allt sem einhvern veginn að missa gildi sitt og merkingu og einmitt bara allt þetta sem er að gerast í Ameríku og Ameríka þetta og hitta að þú veist að bara málni undan öllu öðru, þú veist, það er bara svona tekur ekki, skiptir ekki máli að bara það er eitthvað svona svoleiðis tóm tilfinning. Sko ég er mjög svartsýn að eðlisfæri og yfir höfuð en þetta atriði fékk mig til að fá einhverja smá trú og það var einhver von og ég var eitthvað ok Þú veist, ok, fyrir utan að Bad Bunny er náttúrulega bara uppáhaldsartistinn minn, listamæðurinn minn. Það er að vanda mig. Ég ætla ekki að hlæta. Já, nei, þetta eru örgulega verið, ég náttúrulega sá þetta ekki. Allar ömmur sem eru að horfa á þetta eru byrjar að sína ákveðna svona horfa framjá því að þetta er fólk að sletta á svona. Ég var bara að prjóna og hlusta guðuna þegar þetta var. Ég hefur ekki hort á atriðið. Nei. Ég mæli með því. Þetta er... Og sömuleyti það sem mér langaði til að ræða, við erum með íslenska menningu, en við erum í sko, stóru hafi, einhver korktappi sem að flýtur þarna. Og þá er það spurningin, hvaða merkingu eða gildi hefur hálftíma, 13 mínútna sjó Bad Bunny í ruðningsbolta í Bandaríkjunum. Hvað gott okkur? Og hann er að tala inn í þess að við höfum svolítið talað um svona andhúmaníska byltingu sem að Trump og félagar standa fyrir?
Þetta er í rauninni annar knattlíkur sko, sem að við erum allir á Íslandi fylgjast mjög grannt með, sem er ekki fótboltaleikurinn, rauningsleikurinn sem átti staðna heldur hinn sanna enski bolti Íslendinga og Vesturlandabúa í dag er að fylgjast með menningarstríði Bandaríkjanna. Og skilur, það er fínt að hafa sitt lið í enska og allt það, en svona, ég held að við mættum svona veltaði fyrir okkur hvað að þessu, fyrir utan það að við höldum með einhverju lið í Ameríku og höfum óbeitt öðru, að þá spurning hvað að þessu, hvernig þetta talar inn í okkar aðstæður hér. Já, svo er þetta líka orðið svo rugla menningarstríð þarna Noam Chomsky eitthvað að tala við Epstein og þú veist, þetta er allt orðið hérna frekar mikill grautur, sko. Já, það var eitthvað neginn alveg kom óvæntri átt. Batman og Jókerinn á barnum saman. Já. Ég veit ekki, ég er mjög sammála því sem þú segir. Það eru svona amerísk áhrif sem að koma í gegnum menninguna sem að eru oft einhvern veginn fara filterslaust inn. Ég bara þoli svona barbershop auglýsingar og eitthvað svona sem kemur bara einhvern veginn eins og það sé okkar. En mér finnst akkurat þarna þetta atriði þegar það er eitthvað, þetta myndi mig bara á þarna þegar það fór að gjósa og allir voru einhvern veginn, allir fóru þarna upp eftir og svo sátu svona sumir eftir og voru bara ég nenni ekki á þessa asnalegu þjóðhátíð eitthvað. Þetta er einhvern veginn bara alveg of mikið. Já. Og svo fóru margir og þetta náði bara einhvern veginn miklu lengra en eitthvað svoleiðis. Er það ekki, fórstu? Nei, ég fór ekki. Nei, ok. Nei, kannski næst. En þið veitir, þá er náttúrulega bara eitthvað svona upplifun sem nær bara einhvern veginn yfir eitthvað svona. Og mér fannst þetta í gær, ég er ekki að líka honum við eitthvað jarðfræðingar eða eitthvað eldsumbrot þannig lagað. En það var samt bara eitthvað, hann horfði í augun á okkur og það var bara eitthvað svona, og mér fannst það inspirerandi bara fyrir eitthvað mína listsköpun eða eitthvað bara þegar einhver er að segja eitthvað af einhverjum heilindum og talar beint inn í eitthvað svona geopolítiskt ástand og eitthvað neginn sem að við erum hvort sem er inn í. Og þetta er bara einhvern veginn beint inn í það og hann var bara... Þetta er ekki líka bara stöðu listamannsins, þetta er maður sem fær stærsta plattform í heimi. Það eru 135 milljónir sem horfa á þetta í beinni, sko. Það er örugglega sko 4 sinnum fleiri búin að horfa á þetta síðan. Og hann ákveður að ég ætla að nota rödd mín eins og þetta er. Já, ég þarf að fara heim og horfa á þetta með syni mínum. Hann hlýtur að vera búin að horfa á þetta. Já, hann er örugglega búin að, ég mann þegar Charlie Kirk dó og þá var hann bara Charlie Kirk dó og ég bara, hver er það? Þannig að það er eitt í þessu og svo er þetta náttúrulega þetta með menningarstríðið og með kortappan í hafinu. Við sjáum það þetta í pólitíkinni, mér finnst vera ótrúlegt hvað menn ætla að ganga langt í það reyna að flytja inn sko karlæga, hvíta, kristna, yfirburðahyggju til Íslands, sem bara sumir í miðflokknum tala bara eins og þau séu bara í Alabama eða eitthvað sko. Þetta með maður finnst hvaða tengingu á þetta við íslenska menningu. En þetta er að gerast, ég held að þú veist var að lesa eitthvað daginn með dansk fólkapartí í Danmörku og svo einmitt það sem var í Grænlandi það svona maka áhrifavaldar þar og þess vegna er þetta einhvern veginn rúmst einhvern veginn að kvíslast út allt. Svo náttúrulega allir þessir flokkar svona auka hægri þjóðurnis flokkar út allt sem er að ná svo mikilli útbreiðslu og fylgi. Bara svo FDI í Þýskalandi og þú veist, þetta er svolítið svona... En þetta er náttúrulega mjög góð punktur og þetta er af sama meiði það sem ég er að tala um. Það sem þetta vísaði með miðflokkinn til dæmis og fleiri en sko ef við reynum að vera alveg sanngjörn og heiðarleg að þá er þetta ekki bara í miðflokknum sem þú sér þetta. Þú sér þetta alveg eins og vinstrivagnum, ég er ekki að generalisera yfir alla, en þú sérð alveg koma raddir sem eru að tala og tekur maður smá tíma að fatta býtu hvað er hann að tala eða hvaðan kemur þessi díalógur út af því hann er ekki að resonera í rauninni að eðlilegan hátt við umhverfið sitt hér þú veist, aðstæðu til dæmis í jafnréttismálum á Íslandi eru mjög gríðarlega ólíkar því sem eru í Bandaríkjunum skilurðu, þannig að það þýðir ekki að megi tala krítískt jafnréttismál, það þýðir að flytja inn díalógin, orðfærið aðferðirnar í baráttunni óblandað inn í íslenskt umhverfi er ekki hjálplegt
skilur. Nei, það passar ekki við. Það er enda rosa góð sjónvarserja, þessi norska, Betri maður, eru þið búin að sjá hana? Beri. Það er alltaf að mæla með henni, ég er með opið flipað þar sem ég ætla að fara fyrir tíma. Hún er ótrúlega. Þetta er bara geggjaðasta sem ég sé í sjónvarpi bara, sem ég bara mann ekki hverja. Já, alveg sammála. Og er einmitt svona svolítið meðflokksmann, einhvern mann, hvernhatandi mann sem já, svona tröll á internetinu. Svona nettröll og svo lendur hann þennan aðstæðum að hann þarf að dulbúa sig sem konu. Lendur í þeirri aðstöðu, já. Eins og kemur fyrir. Eins og allir menna ég lægt að taka eitt svoleiðis viku. Ég reyni það, ég vil alltaf kona eitt dag í viku. Já, það er gott. Herðu, en við lifum í stundum með talaði kannast við að í raunheimum, þá á það að vera samtalið sem og það er þessi ekki raunheimar sem við erum á netinu. Það er skiptingin. En við lifum, það er ekki hægt að lifa í menningarlífi á Íslandi nema að vera eiginlega með halvan fótinn inn í netinu sem alveg draumuleg og sumulit eru þá með, eins og við sem með klofin á milli heilakvelana að við horfum á heiminn svona, annars vegar horfum við á netheima og hins vegar eitthvað íslenska menningu það getur ekki gengið til lengri tíma. Við netið að það er alltaf ákveðin múgaðsing fólkin í því. Það er líka í raunheimum við erum farið í útsöluna hjá Elko. Já, en sko það einhvern veginn súmarar upp einhvern veginn múgaðsing og maður var að lesa Miljón Kundera í gamla daga var einhverju bók eftir hann eða bókum að þann þoldi ekki einu svona almenningssundlegar bara allt þetta sem að einstaklingurinn varða massa eða dansa í hring með fólki og það er þetta þú veist bara halda einhvern veginn í þessa einstaklingsmennsku í sér eða missa hana bara ekki út í þetta múgaðsingar vitundarflæði ég veit ekki. Mér finnst er það ekki akkurat það sem við þurfum núna? Múgaðsingu? Nei, já, þú veist, það er alltaf smá gaman stundum, en þú veist, að vera hluti, vera heild, við tölum það hérna síðast, þú veist, þetta samfélag, við þurfum samfélögin til að virka, þú veist, að vera hluti af samfélagi. En það virkar ekki á vefnum, sko? Nei, ekki á vefnum. Man getur verið hluti af samfélagi, sko, en haldið í sína sjálfstæðu gagnrýnu hugsun og sko... Auðvitað. Og það er eitthvað við þetta sem að svona hræði mig, ég var bara eitthvað síðast í gærið að fyrir þetta bara ég get ekki þess að netíma lengur, ég verð bara þú veist, þetta er búið að gerast svo rosalega hratt þessi rosalega vitundabreiting, bara vitundun í okkur bara í einhverju hrærigraut með vitundum, þú veist, þetta eru rosalega mikla breytingar, ég held að enginn hafi við því bara hreinlega að greina áhrifin af þessu og bara einn skemmtisaga en þegar Ragnar Helgi við hliðin okkur þegar klaustursmáli var þá var hann í því? Nei, þá vorum við í partí í boði og við höfum fengið tilnefningar til bókmenntaverðlaunanna og þetta sem sagt, já, megna kvöldinu erum við að tala hina hliðin á klaustursmálinu að þetta skeri þegar það eru upptökur, þú veist, þegar það verið að taka upp prívat talingstæðar. Var þetta ekki einhvern veginn svo leið? Jú, þetta var þannig. Og svo verður svo skemmtilegt í þessu búið að við brestum í svona fagnað yfir þessum. Já, við vorum náttúrulega bara í miklu stuði og ákvaðum að syngja duett saman í karaoke. Já. Sungum og ég ólíkt falskar en þú, en... Já, ég veit það nú ekki. Og þau kannski til í endurtaka duettinn? Nei. Ekki núna, sko. En við getum sagt hvað lag það var. Því að það átti vel við í ljósið þess að við vorum bæðið með nýjar tilnefningar. The winner takes it all. Já, og við sungum það að gífulegri innlifun. Gríðarlegri innlifun. Já, og nema daginn eftir allt okkar rand þetta að sé með prívat upptökur. Það náttúrulega vögnum við að við erum í upptöku á net. Þessi söngur okkar. Posta á Facebook. Okkur var svo mikið að við skrifum skoðanagrein í Kjarnan til að mótmæla þessari upptöku. En netið svo bara, þú veist, það einhvern veginn bara þetta með þetta prívat són, það er alltaf til einhvern. Má ég samt, ég held að erum við ekki minnst þessi aðgreining ekki halda. Ég held hún takmarka okkur og sérstaklega
þau sem að ekki alast upp áður en, og þú veist, þá er þetta ekki tveir heimar. Ég meina það sem að gerist í netheimum og það sem að gerist í raunheimum, það er ekki net og raunheimar, þetta er allt saman sami heimurinn og ég meina vissulega gerist eitthvað af honum, en ég meina ég veit ekki hvað, ég meina hjálpa henni, það er einhver annars, við tölum ekki bæ. Já, hann byrti svo mikill og stór og líka það er hægt að stýra honum ákveðnu móti, hvað stækkar og hvað minnkar á netinu. En ég meina þetta er líka eitthvað samtal sem á sér stað, ég held einhvern veginn að það sé hættulegt samt líka að segja samfélag gerist hér og það sem gerist í netinu gerist þarna, það hefur áhrif á hvernig við erum, hvernig við tölum saman, hvað við hugsum það hefur pottið áhrif á líkamann á okkur, þú veist, bara eitthvað svona tráma í æsku, ég meina það getur gerst í símanum, þannig að einhvern veginn að skilja svona rosalega milli kjöts og eitthvað raf, ég held að haldi ekki, við verðum að hugsa þetta. Bæði þar allt einhvern veginn hægt að hakka bara allt okkar atferðli og leyndamál. Sko, ég er ekkert viss með ég er ekki að segja netið sé eitt og samfélagið annað en það sem er við netið að þarna eru alls konar öfl á bakvið sem geta stækkað eitt og minnkað annað, þetta er ekki sömu lögmál veruleikans. Og hendur út, ég er í svona einhverjum deilum við Facebook og Messenger, ég má bara nota þetta á mjög takmarkan hátt, ég held að ég er farin að halda að það er eitthvað sem margir myndu dreymum að vera í þeirri stöðu. En það er öðru sem mann er hent út. En að því að við erum að tala um Bad Bunny, ef þetta er svona að við erum með svona tvískiptan heim, í þessum heimi er Bad Bunny bara stórkostlegt fyrirbrigði og verður að taka afstöðu þess. Í hinu heiminum, hann í hlöðu afamis, er hann ekki neitt atriði. Og ég held að við getum bara orðið hálf sturlus á því að lifa í svona tveimur heimum, að verðum einhvern veginn að finna leið til þess að láta þetta fungera saman. Ég grunum að Ragnar Helgi sé frekar svona hlöðumaður. Ég er náttúrulega bara, ég veit það nú ekki, ég svo sem hef ekkert móti hlöðum, en ég lefum Bergsveina eiga sína hlöður kannski, en ég skil alveg hvað þú ert að meina, að þú vilt vera, hvað við segja, með á nótunum í menningunni, þá þetta fylgjast með þessu, sko. Ég þarf þess ekki, ég bara er það. Ég kýs að, eða þú veist, það sem skiptir mig máli, það sem ég met, þú veist, það snýst gildi á ákveðin hátt og fyrir mér þá er það gildi, menningarlegt gildi sem ég met ofar flestu er fjölbreytileiki og það er fjölbreytileiki í veruháttum, í því hvernig þú ert til, skilurðu, hvernig listamaður hefur það hlutverk fyrst að vera rækta sína vitund á einhvern hátt til þess að hafa eitthvað að segja sem er ekki bara það sama allir hinir segja og fyrir mér að þá er þessi svona, hvað kallaða mónokúltúr. Það er ein ræktun í menningunni út af valdi þessara þátta sem hefur þúsundfaldast við internetið. Það vissi enginn hvað, þú veist, fyrir 15 árum og vissu 5% Íslendinga hvað Super Bowl hálfleikur var. Ég svo líka, neti bara svo nátengt öllum þessum Kísildalskóngum Við vorum heldur ekki að hlusta á latín pop, sko. Þannig að fengu það líka, sko. Já, en þú veist, þetta er allt bara mikilvægt, það er allt í bland. Hvað hétt þetta þátturinn sem var á Rás 1 sem var með heimstónlist? Já. Það var eiginlega einu gluggi. Já, það er nýbúið að gera þáttum hana, heitir hún? Stórkostlegi þættir. Já, það kemur. Það var bara einu sinni í viku, gluggi inn í eitthvað annað en enska popmusik. Þú veist, þetta er mjög falskt val sem þetta stilla upp hérna. Milli þess að vera annarkvort í íslenskri hlöðu á ströndum eða að vera vaka fram á nótt til að horfa á Super Bowl hálfleik í Ameríku. Ég meina, þetta er djók. Það er enginn í hlöðum og það vakti enginn. Við skulum taka þetta er strámaður, já, þetta er nýja orð sem ég er nýbúin að læra. Á netinu. Nei, ég heldur bara að hlusta á þig, tala einhvern veginn. En þú veist, það er heimurinn fullur af dóti sem er ekki svona einræktaður. Það er menning í öðrum löndum en Ameríku. Það er menning í nágrannlöndum okkar. Það er menning á meginlandi Evrópu. Það er menning í Afríku. Ég nota þetta tæki til þess að nálgast á menningu. Ég fer alveg kerfisbundið. Ég fer að lesa ljóð frá Argentínu og hlusta á músík frá Argentínu og þetta er bara, ég man að þegar ég var lítið barn og opnaði bækur og opnaði svona heimur. Þetta er stórkostlegasta bók sem ég hef fengið í hendunar, þessi tölva.
Ég get farið og ég get lesið sko Bangladesh blöðin sem að koma út í morgun og látið græjuna þýða það fyrir mér. Þvælst þar eitthvað og ég bara minnst það stórkostlegur heimur þessi hérna. Það er enginn að segja það sé allt hræðilegt. Það er bara, þetta er rosalega breyting á stuttum tíma og það er ekki þetta framboð á hlutum sem er vandamálið. Það er kannski frekar bara hvernig framboðsvandamálið í tilvist mannsins er tími, ekki hvers þú getur neitt. Og einhæfni sem er haldið að okkur af miklu afli. Já, einhæfni sem er haldið að okkur og þú veist, haldið að okkur og við kjósum að láta undan. Þú veist, við verðum að taka ábyrgð á okkur líka sjálf. Samanber hinn stóra listviðburð vikunar sem að var þegar allir létu gervigreindina teikna af sér portrett og úkslega leiðilegt dæmi en samt bara það sem þú ert að tala er það ekki? Jú. Það er svona alveg ein birtingamynd þess. Akkurat, en ég minna sérstaklega um að tala hvað við segja, sem núna við þetta orða að segja, neysla á menningu, þú veist, sem að nú strax vafasamt, en allavega notum það, að þú veist, það sem takmarkar neyslu okkar á menningu í dag er ekki frambúðið á efninu, því eins og þú segir, þú getur flett upp í Bangladesh Times, bara vandamála-laust, og þú getur fundið öll ljóð Rambó á netinu á 20 tungumálum eins og þau sýnist. Helst ekki íslensk ljóð, ég held að Íslendingar mættu vera duglegir að setja ljóðin sín á netið. Já. Því ég var að svolítið að leita ljóðum í sumar og ég sá fyrir mig, akkur er Íslendingar ekki bara búin að safna öllu sem er ort á Íslandi og setja inn í eitthvað gagnavaka? Já, það er ákveðin, það er vandamál. Ég er sammála því. En sem vandamálið er ekki frambúðið, vandamálið er að þrýstingurinn er allur í eina átt og þrýstingurinn er óbeinn í þessu sem þú varst að segja, í rauninni að gefa skyn á hann, að fyrst ég horfði ekki á einhvern Bugs Bunny, nú er ég að vera meðalur. Bad Bunny. Ég er að grínast. Bad Bunny. Fyrst ég horfði ekki á hann, að þá sé ég bara ekki tækur í umræðum menningu. Nei, ég held sko bara að þú skulir segja, þú veist bara, ég ætla ekki að horfa á þetta, ég ætla ekki að smyrja þessi amerísku, þessar vélar, eitthvað svona. Nei. Mér finnst það svona, allir hafa sitt, sko. En aðalmálið er náttúrulega, þetta bara fór fram hjá mér, og því ég er ekki á Facebook og ég fylgdist ekki með þessu og ég bara, ég vissi ekki þetta var búið. En þetta hjálpar þetta til, menn þú svo svona mjög nýstárlegan hátt eins og ég bara taka viðtal við heimilisföður og Gaza eftir vopnahlé og hann veigraði sér við að láta börnin sín út af því það drengur fundið, eða barn fundið sprengjudulbúna sem leikfang. Og ég fann ekkert þetta, þú veist, ég fann eitthvað smá þetta í einhverjum enskum blöðum en þá gæti, þú veist, tekið þetta og farið inn í bara arabísku, bara leitavél á arabísku, þá fikk ég allt innu fullt af fréttum á arabísku þetta sem var ekkert annars það. Þannig að þetta er eitthvað svona sem það ekkert aldrei geta gert fyrir. Þannig verður náttúrulega umgangast heiminn, þú veist, það geta bara að fara og skoða metsölulistan og að fara inn í bókasafnið. Þú ætlar ekki að verða bara. En ég held reyndar að svona við tölum tæknina þá er eitt af merkilegasta sem er að gerast að mörgu leyti fyrir utan kannski gervigreindina og tengt henni er þýðingavélarnar, hvað þær eru orðnar góðar og hvernig það er að breyta stórkostlega aðgengi manns að erlendum menningar lindum. Það var ferðalagið mitt í Suban sem var að lesa ljóð og mér fannst það ævintýralegt að geta gert þetta. Og líka það að þær eru orðnar svo góðar að þetta þýðar ekki fullkomlega. En það þýddu nógu vel til þess að ég sá að hvað enska þýðingin var veik. Þannig ég sá að líklega væri betra þýða arabísk ljóð yfir á íslensku heldur en ensku. Það er eins og bara annarkvæmt enska, bara hefðin, ljóðahefðin. Hún heldur við myndum ná þessu miklu betur. Það var svona, líka bara hvernig málinu. Ég þarf að dæmi hvað þýðingavélarnar eru raunverulega góðar. Það er gott að sýnt mig fram á þetta. Ég held að þetta sjálfur er rétt, en þetta er mjög ég held að ég er nú persónulega á því að íslenska hendi betur sem íslenska hefur ýmsa galla sem tungumál en styrkur hennar er óneitanlega í sveigjanleika til dæmis í ljóðþýðingu. Ljóði og það er mismunandi eftir tungumálum. Svona, ég held að til dæmis enskan og hérna er ekki góður að þýða ítölskljóð. Það er bara afleit við því. Mér finnst þið bara að missa það. Þetta er eitthvað út, Herðu, en að því má ég að koma eitt hérna að við fórum að leita þessum ljóðum. Og fór ég svona 20. öldina og eitthvað aðeins svona framöndir. Svo byrjaði ég að sá svona þræði sem eru svona á seinni hluta 20. aldarinnar að ljóðskáldi, sérstaklega amerísku ljóðskáldin,
að þau eru háskólakennarar, eru giftir yfirleitt háskólakennara, búa einhverjum campus og þeir fá alls konar verðlaun og skiptast á því að fá verðlaunin og svona þegar maður fer að koma nær okkur tíma, get svarað, þeir eru allir að semja, þeir eru sama ljóðið. Eða skrifa skáldsögur eitthvað prófessorinn sem heitir Ungu konuna og eitthvað svo. Og allt í einu sitja þeir eftir og þeir hafa eiginlega enga reynslu til þess að nota í ljóðin sín og ég fer og finn vændiskonu sem transkona í Argentínu og þú veist það bara, hún sprengir upp ljóðformið og allt saman, en Grey henni viðurkenndur ljóðskáldur bara hvernig lokuð inni, þannig að sömuleyti gerist þetta líka fyrir utan ameríska menningar heimsvaldastefnuna. Þetta gerist líka inn í listunum, þar sem að hægt og bítandi þá minnkar vörurúrvalið. Það bara fátt sem viðurkennt og við erum eiginlega að verða öll alveg eins. Það reyndar, allt sem varðar bókamarkaðin eru mjög breyttar forsendur frá því sem var líka, og það aukin markaðssetning og það spilað á ákveðna miklu meira metsölutitla, bóksala breytist, talandi neysluvenjur líka. En leið, það sem frábært í neti líka þetta bara, allar raddir, hafa vettvang til að heyrast og opið og það náttúrulega líka lýðræðisvæðing í listum. En þetta eru, ég held ég hef talað með daginn eitthvað, en hann Kall í Nóbelsverðlaunanefndinni sem sagði af sig fyrir einhverjum árum að því hann sagði bara að höfundar verða allir að koma úr sama ranni, sama styrkjakerfinu og sömu riðlistaskólunum og sama öllu. Þannig að og það var, ég manna vakti rosa athygli þegar Magnús Mills skrifaði Taumhald á skepnum að þegar hann var strætóbílstjóri. Já, þetta þótti mjög. Þetta frábær bók. Já, alveg geggjur bók, Og já, þetta alveg mikil umræða. Ragnhildur, vilt þú? Já, ég meina þetta svo sem bara eitthvað sem maður hefur séð og ég hef alveg tekið eftir þessu. Mér finnst þetta sérstaklega eiga við bandaríska ljóðlist. Hún er dáin, Já, hún lifir á einhverju plani sem ég tengi ekki mjög mikið við, svona samtíma ljóðlist, en svona sjaldan. Það eru undantekningar, það eru menn eins og Ilja Kamenský til dæmis sem að prófessor í Kaliforníu, en hann hann er af Ungveri og skrifar stórkostlega bækur og það fullt af, það eru auðvitað perlur innanum, en svona það er einhver svona tónn sem að mér finnst kveikir ekki í mér akademísku tónn að einhverju leyti. Og kannski tengist að því sem þú myndist á í byrjun að kannski þessi þetta eins og við tölum listamannalaun eða hvaða styrkjakerfi sem að þetta hefur galla það er bara, við erum ekki búin að finna neitt betra kerfi, þannig lít ég á það þetta er mjög galla kerfi en við erum ekkert betra í augnablikinu á meðan að áður fyrir þá gátu menn fyrstulega haft aðeins meiri tekjur af sölubóka sem minnkar núna með hverju árinu fyrir rithöfunda, en meiri segja stórskáld eins og Wallace Stevens eða T.S. Eliot í enskumælandi heiminum. Þetta voru menn sem voru bara allir í dagvinnu Wallace Stevens var bara lögfræðingur í tryggingafélagi alla sína ævi og T.S. Eliot var í banka eins og fræktir og svo framvegis, þannig að þetta að sumuleyti ákveð frelsi í því að segja að listin þín ekki það sem að borgar fyrir brauðið þitt. Og þá ertu frjáls í þínu list og getur þróað hann á einhvern annan hátt, auk þess sem að líka punktur eins og þú segir, að reynsluheimurðin þá meira aktífur út í heiminum, ekki bara á háskólakampusnum. Og ég alveg, þú sammála þessu og þetta alveg nefnilega pæling út af fyrir sig, þegar þú ert í áratugi og nú tala ég alveg sjálf sem rithöfundur sem hefur verið mjög heppinn með starfslaunakerfi að þú ert í vernduðum heimi í rauninni og fjölda fólks kannski sem gerir sín hugverk á þeim forsendum að það alltaf alls konar sprúðlandi, flókin og fyrir sjánlega element sem þú missir af í raunveruleikanum ef þú ert bara, þú ert og þú eru eiginlega göstast í blaðamennsku eitthvað til þess að losna við það hverfi ekki alveg inn. Ég náttúrulega byrjaði blaðamennsku hjá þér þegar ég var rétt byrjað að tala Ég geti alltaf þulið upp og þá sem að við byrjaði blaðamennsku það myndi fylla heilt bókasafn.
Herðu, en þetta svona, en ég ætla að höldum áfram með kortappan og svona íslenska menningu. Segjum að þetta sé þannig, segjum að við verðum að hugsa þetta eins og bara fyrirtæki. Þá segir við verðum bara einbeitt okkur á því sem við erum góð í, við fáum alls konar svona dóta menningu þarna utan og svona, við verðum að einbeitt okkur á því sem er sérstakt við íslenska menningu. Hvernig veistu ykkur þetta ljóma? Þetta bara meikar enga sens. Eins og viðskiptaráð sé að tala. Ég fór á sýningu helgina hjá Íslenska dansflokknum. Já. Innfluttverk. Frumsýning. Þetta eru 2 strákar frá Napoli. Nú, frá Napoli. Sem komu hingað og unnu verk með ID og verkið heiti Garðurinn og þetta er svona almenningsgarðar. Og sem við náttúrulega, við þekkjum ekki almenningsgarði, hljómskálagarðurinn sem maður lappar í gegnum eða eitthvað, en þetta var stórkostlegt verk, ég mæli með að fara og geggjað að sjá þessa dansara í einhverju nýju, náttúrulega við erum búin að sjá svolítið Ernu Ómars með þeim sem ég elska og dýrka algjörlega, en ég mæli með þessu, þannig að ég myndi ekki segja... Það var mjög maskulín dans þegar þú nefnir þetta svona. Það kom þarna svolítið maskulín hreyfingar og enda náttúrulega bara í svona líkams leikfimæfingum og hernaði. Já, akkurat. Það kom svona þetta var svolítið maskulín sýning. Já, þetta var það. En samt einhvern veginn fór yfir það og var það einhverju... að segja langa menningarsögu garðinn og almannarýmið. Og hvernig við bara erum manneskjuna í rými, jú, það ekki. Jú, mér fannst það. Já. Mér finnst það að vera mjög skýr saga, sko. Já. Mér finnst bara músíki vera frekar leiðileg. Já, hún var frekar leiðileg. Búningarnir ljótir. en samt fallegi græni, fótboltagrassið. En þetta var, ég mæli með. Það var á listhátíð þegar ég var krakki. Ég bara, það var í barnaskóla og kom einhver, ég held að hann er japansku maður og dansa allsber. Á teipinu? Full lögadagsvöld. Allir bara muni þetta mjög vel. Með sárabindið var við teipið. Þetta er ógleymanlegt. Ég var á sjó í Ólafsvík og ég fór í bæinn bara til þess að það var svo skemmtilegt listhátíð. Þetta var sama listhátíð þegar komandi Jans var og það var vorið kom til Reykjavík þá sko. Með fjölmenningu. Sjálfstæðisflokkur fallinn og komið bara vor allt í mátti alls konar hluti maður á tippinu mátti alls konar ég var náttúrulega á vor aldrei þá en þetta vor tengist svolítið persónusögu minni en hvað segið þið með þetta ég ætla með kortappan og við erum hluti af stórum heimi okkur ber skylda til þess að viðhalda íslenski menningu það skylda okkur? Við held að tungumálinu? Ég held einhvern veginn, ég hef mistað þessu með korktappan, hvað kom hann? Það er bara stórt haf sem er bara menningin í heiminum. Já. Og eitt korktappi, það er íslensk menning. Já, einmitt. Já. Ég fór bara að hugsa mig bara aftur í hring einmitt á kampusnum þegar allir einhvern veginn, þetta þurfum við áhrif utanfrá. Ég hugsa fólk sem er skapandi í dag og er svo ítt í einhverju svona áttir að bæði þessi áhrif, þessi mónukúltúr sem að einhvern veginn formar það sem að fólk býr til þegar við vorum inn í herbyggi eitthvað að glamra gítara sem við ljóða, núna er það einhvern veginn út með þetta beint og kapitalisera þetta og búti vöru og svo fyrir það einhvern veginn að móta allt saman og þá verða til eins hlutir út allan heim en ég held að ég hef reyndar að trúa því að það verði alltaf fólk sem býr til eitthvað nýtt og það er að koma eitthvað svona áhersla á eitthvað svona manneskjulegt en ég held einhvern veginn að í þessu að þá sé ekki eitthvað svona passa upp á íslenskt og eitthvað loka á utanaðkomandi áhrif en hins vegar þá er eitthvað svona listsköpun þetta er bara að við getum hist og búið eitthvað til saman og ég var líka á sýningum helgina á Ísafirði hjá áhuga leikfúsinu þar og það var einhver farsi sem ég er ekki farsa-fan en það var ógeðslega gaman og það var bara eitthvað svo mikið það var bara eitthvað svona list í eitthvað svona þarna er hún held ég, þarna passu við. Já, en sko íslenskan þetta er í rauninni sko íslensk þetta, tala íslenskan þetta er líka svo mikið bara mjög margflókin samfélagsleg áhrif. Íslenskan er okkar tæki til að bara skilja heiminn á okkar forsendum og okkar blæbrigðum
og núna bara mjög hratt alls konar sem svona alls konar áskoranir sem steðja að íslenskunni og það sem svo áhugavert líka það félagslega sem getur gerst þarna. Það eru hópar í samfélaginu sem að þetta getur bara haft áhrif á lýðræðisvirkni, hvort sem það ungt fólk sem ekki með nógu djúpan lesskilning eða fólk sem nýflutt inn í land og hefur ekki nógu greiðan aðgang að íslensku námi. Á sama tíma sko þetta tungumál það sem að enskan mjög mikið svona mjög mikla þungavíkt við hliðin á. Þannig að við þurfum ef við ætlum að halda þessu tungumáli að hafa mjög sterka meðvitund það og þá komum við líka inn á bara eins og þessar þýðingavélar að við fáum nógu góðar þýðingar á íslensku og að við þurfum ekki að taka viðtöl á ensku til að geta sett inn í eitthvað forrit og fengi þá afgreiðslu. Ég var daginn að taka viðtöl í Grænlandi og með Ingibjörgu Dögg og við vorum svo glaðar að við gátum bara dælt þessu beint inn í tölvun og þau komu svo skýr en það var að þau vorum að taka fullt af þessum viðtölum á ensku. Hér getur þetta ekkert með íslenskuna, þú þarft að rýna í þetta eins og eitthvað svona bara hvað var viðkomandi að segja þarna og svo þarft að endar með að transkripta þetta allt. Þannig að það svo margir svona hlutir sem bara snúa atferli okkar og sem ýta undir að við nælum í enskuna frekar og sama tíma þetta líka bara pólitísmál út af öllum samfélagsþáttunum og bara aðgengi fólks í þetta bara að geta virkilega verið þáttakandi í samfélaginu og þannig að þetta bara einhver svona risa þáttaraða umræða. En íslenskan sjálfstæður menningarheimur. Ef við tökum henni þá deyr heimur. Það heimsendir. Ég sammála því, já. Það heimsendir fyrir, okkar eiginlega menningarheim eins og við höfum upplifað hingað til. Og hann einhvers virði? Hann sem ekki virði að því þetta okkar forsendur, þetta okkar móðumól, þetta okkar hugarheimur og þetta það sem við miðlum áfram til að vera ekki bara eitthvað rof á milli fortíðar og framtíðar ef við viljum að þetta eigi sér sinn stað í veröldinni. Ég held að þetta náttúrulega efni í heila bók, þessar spurningar. Ég meira að skrifa þessa bók í fyrra og hendi henni síðan í ruslið því ég var svo ánægð með niðurstöðuna. Hún hét íslenska sem annað mál. Ég held að við séum komin hans nálægt því. En hvað geti breyst? Er það þjóðleikhúsið sem á, eða RÚV á, eða bókaútgefundur, hvað eigum að gera fleiri þætti eða kvikmyndir á íslensku, eða hvað finnst ykkur að ætti að gera, eða skrifa fleiri bækur? Og þýða meira. Þýða meira. Ég held að það sé, við skuldum, það innviða skuldum og heilt bókasafn. Ég held bara hver góður íslenskur kennari bara gulls ígildi. Bara algjörlega. Og virkilega, þetta bara þessi spurning meðvitund, að við þurfum þessa meðvitund mjög sterka bara ef við viljum og þetta bara margir samleikjandi þættir af því að þetta að koma að íslenskun úr mörgum áttum. En finnst ykkur þá ekki til dæmis eins? Og við erum eins og bara með, í Frakklandi öll skilti, ef eru á ensku, það eru líka frönsku, hér eru bara á ensku þó við séum miklu minna málsvæði. Það alveg hlutir að það borgar sig kannski ekki að læra íslensku eins og til dæmis þýsku eða frönsku að þú kemur inn í þau lönd til dæmis að vinna. Þú græðir miklu meira á því að læra frönsku eða þýsku heldur en eitthvað svona mál sem 300.000 manns tala. Já. En á móti getur til dæmis atvinnurekendur farið þar inn og hjálpa fólki að læra íslensku því það líka getur búið til populisma og bara ítt undir eins og einhverja svona útlendingahatur þegar fólk getur ekki lengur, til dæmis eldra fólk tala íslensku á stöðum þar sem það vant. Og það ekkert allir Íslendingar eins góður í ensku af láti, það bara fullt af fólki sem ekkert vant. Bara aldeilis ekki. Og það rosalega svik við samfélags við samborgara sína, oft eldra fólk en líka fólk sem með ýmsar aðrar áskoranir sem talar ekki tungu. Ég hef orðið vitni að bara
heldur skuggalegum atburðum á almannavettvangi þar sem fólk sem ræður ekki yfir íslensku var bara alltaf því í hættu. Já, og það er út af því að ég gerði mig grein fyrir því þegar ég sá þetta hreyði mjög mikið við mér og því að ég gerði mig grein fyrir því að ef einhver að koma til Íslands, útlendingur og ætlar að setjast hér að og talar ekki íslensku og ekki ensku og spyr mig hvað á ég að læra eitthvað tungumál þá yrði ég að ráðleggja honum að læra ensku frekar en íslensku og samfélag sem búið að búa þannig hnútana Veitu hvað myndir gera það? Út af því að þú getur gert allt á ensku á Íslandi en ekki allt á íslensku á Íslandi og það er svo þú getur ekki tilíkt íslensku samfélagi nema að tala íslensku Nei, en þú veist, það er annað debatt Þetta er nefnilega það að það sem verður, það kom bara allir hingað fullt af fólki sem ég bara tala ekkert mjög góða ensku áður en hér verður enskan millimál, málið sem bara þú veist unglingarnir með bága lesskilningin og fólki sem að koma hingað að vinna og bara allir geta nú sletti ég kommunikera Þú að segja að við svo komið þangað að íslenska er annað mál fyrir okkur Það er svo þróun á sama tíma og hver einasta manneski sem leggur á sig að læra íslensku er rosalega dýrmætt fyrir okkur og við ættum að fjárfesta í og þetta er Íslendingavandamál þetta er ekki útlendingavandamál að því Íslendingar það er menning sem hangir inn í tungumálinu okkar að hún lifir ekki í tungumáli sem er annað mál hún lifir ekki þar Nei, en það er engin sem að veitir til hennar en það sem hefur gerst hér á Íslandi er það bæði þú veist að það var orðið svona miklir fólksflutningar inn í Ísland og sem ég er mjög hlynnt og líka bara öll þessi ferðamannamennska á sama tíma en Íslendingar hafa ekkert almennilega búið sig undir þetta ef þú til dæmis ert innflytjandi bara í Danmörku eða Þýskalandi þá hafa verið mjög greitt aðgengi að tungumálunum og getur bara skráði í skóla ráði hvort þú ert á kvöldin eða daginn þú farið ákveðna líka bara kennslu í að bjarga þér í samfélaginu þú getur verið í 3 ára námi þetta er ekki fólk þarf að kríja út einhver námskeið í gegnum lífeyrissjóðuna ef það hefur unnið í einhver tíma þetta eru bara grunnnámskeið þú veist, fólk sem hefur ekki aðgengi í háskóla, þú veist, þannig að Íslendingar hafa ekkert, það vantar upp á að við búum miklu betur hnútana í aðgengi að íslensku kennslu. Að því við erum að fá svo mikið frá fólki sem kemur hingað að vinna og gerir eitthvað að við... Já, en íslenskar er líka, hún er ekki að brotna út af innflytjendum. Hún er að brotna meðan svona túrismanum og þetta er Íslendingavandamál. Hluti af Íslandi bara snýr sér að túrismum og allt Ég er einmitt alls ekki að segja þetta að sé út af innflytjendum, ég er að segja þetta er Íslendingavandamál. Unglingarnir sem alast upp í ensku menningarheimi. Já, þetta er alltaf sama tíma að gerast að þessi massatúrismi þessi samfélagsgerða breyting að hingað kemur völda fólki, það eru með lesskilningin og það eru tæknin, það er þú veist íslenskan, það er kannski ekki síst hætta sem kemur bara þegar allt verður svona rafrænt á ensku og talandi tæki og allt þetta og það eru fleiri þættir sem eru bara á sama augnablikinu að koma upp og sko með eins og ég segi, hver manneska sem kemur hingað með allan sinn hugarheim og alla sína getu og þetta að leggja á sig að læra íslensku, það býr til eitthvað svo magnað, líka bara öll snildin sem oft fæðist í þegar fólk er með 2 tungumál. Ég myndi ráðleggja eitthvað myndi spyrja mig og þess að ég lærði íslensku. Já. Það er bara hlutin af því að lifa í þessari menningu og þessu samfélagi sem við erum. Mér þetta rétt í hug, þegar þú ert að eignast lítil börn, þá þarf að fara svona, í svona skoðun, 5 ára skoðun og eitthvað, inn í 5 ára skoðunin ætti að vera bara svona íslensku próf. Og þú bara ættir að vera bara barnið þitt 5 ára ættir bara að kunna x mikið og ef það er að tala ensku, af því það er búið að horfa svo mikið á YouTube eða eitthvað, þú veist, sko, ég er að pæla bara að því að nú á ég lítil börn. Þetta er það, einhverju leiti, bara, þú veist, já, svona 2 hópa börnum, 21 árs og svo sko 7 og 8 ára. Og þetta er rosa mikill munur á milli. Og þú veist, eins og núna, þú veist, þessi 2 yngri, þú veist, af því að þau eru ekki með neinn tæki og það er línulega dagskrá og ég er fasisti og ég bara viðurkenni það, hvað varðar tæki og tól. Og af því að þau slett ekki á ensku eða kunn ekki
enskuna. Það mjög fyndið að heyra svo vini kom í heimsókn eða bekkjarfélaga að tala eða skólafélaga, þú veist, sem eru með YouTube eða þetta dótari bara hérna í andlitinu. Þú veist, mér finnst þetta að einhverju leyti vera sko, þú veist, það sekta foreldra eða eitthvað. Þú veist, þetta er leti og ómennska að bara tala ekki við börnin sín, lesa ekki á íslensku. Hættan er að ég gerði einhvern stóran greinaflokk íslenskum daginn og talaði við fullt af sérfræðingum. Hættan er kynslóðarof, að kynslóðarnar hætt að skilja hver aðra. Þú veist að barnið skilur ekki ömmun og amman ekki barnið. Eða þú veist það verður allt annað læsi og minni og... Já. En af hverju við höfum alveg séð, ég fyrir að segja að það er fullt af einhverjum svona aldauðum út alltaf fyrir maður að missa einhverjar tegundir og búsvæði og önnur svæði og fólk og alls konar eitthvað. Og við höfum líka séð alveg þegar það er eitthvað stórt undir þá er hægt að bregðast við. En þetta er ekki það. Af hverju er ekki nógu mikið undir? Eða þú veist, finnst okkur þetta kannski bara einhvern veginn ekki nógu mikið? Bara bratt upp á okkur. Er það bara það? Ég held að ástæðan sé sú, og ég er búin að hugsa mjög mikið þetta, reyna að skilja af hverju þetta er svona erfitt. Og ég held að ástæðan sé sú að til þess að bjarga þessu tungumáli, þá þarf að gera hluti sem að stríða gegn öðrum prinsipum okkar. Eins og því að vera gestrisinn, eins og því að sinna þeim sem að undir högg að sækja, að vera fullkomlega opinga hvert fólki sem flytur til landsins, gera ekki ósanngjarna kröfur sem særir einhvern og svo framvegis. En ég hef talað mikið þetta og meðlans við innflytjendur. Þeir eru ekki að biðja minni kröfur. Það komið mjög óvart þegar ég byrjaði þessu það kom eiginlega, það var fólki sem vildi mestu kröfunar á innflytjendur að lærið íslensku en ég maður skjótin það sem ég er að segja þarna er ekki að tala um hvað þeir eru að tala um sjálfur ég er að tala um það, þetta er hugmyndafræði okkar sjálfra okkur sjálf sem að er að gera okkur og það er ekki gestrisni að ég gangi úr íslenskunni minni yfir í ensku þegar ég tek á móti þér mér finnst það bara léleg gestrisni ég er alveg sammála ég ætla bara að fá grípin að því að málfragnaðan að sko mjög mikið af fólki vill læra íslensku og leitar eftir það er ekki verið að bjóða þau upp á nógu góðar aðstæður til þess en alltaf fram þetta er svo stórt mál en fyrir mér að þá kemur þetta niður á kviku sem að tengist bara hreinlega hugmyndakerfi samtímans sem að er félagslegur kapitalismi eða hvernig sem við viljum orða það þar sem að markaðurinn gerði samning við vinstrið ákveðin svona helmingaskipti milli efnishyggjunnar og hugmynda menningarinnar og þar bara verður þegar þetta kerfi hefur ekkert inn í sér sem getur varið litlar þjóðtungur það getur varið innan þessi kerfis er auðvelt að verja tungumál minnihluthópa en aðalega er tungumál ekki viðfangsefni þessar orðræðu því að þetta er orðræða sem er búin til að miklu leyti á amerískum kampusum og þar er tungumál ekki raunulegt vandamál það er bara enska er svo sjálfgefin alþjóðamála þegar það kemur einhver maður frá Frakklandi að tala þá talar hann ensku og þetta bara liggur þarna bara fyrir og auk þess sem að hinum megin frá markaðshyggjulega frá að það er krafan skilvirkni er augljóslega skilvirkasta samfélagið, skilvirkasta jörðin er jörð með einu tungumáli. Haldið að við þyrfti bara að trampa ásælast Ísland eða eitthvað svona stærri ógn sem það yrði til þess að við myndum raunverulega að taka þessu aflega á öllu sem því fylgir. Já, því að þú nefndir að þetta veri í skoðun og ég seti að veri heilsumál fyrir barnið hvort að tala í íslensku og það er ekki vant að halda því fram að það er bara félagsleg heilsa það er tungumálið er mikilvægt sem við hefur til þess að hafa góða félagslega tungumálið er bara mesta valdatæki sem þú getur haft í lífinu er að hafa góð tök. Þannig við getum öll orðið sammála þetta allt saman mikilvægið en til þess að taka ákvörðun og þá þess að annars vegar mikilvægi og hins vegar áríðanleika. Ákvörðu þarf ég að gera eitthvað í þessu núna. Það er hellinga fólki sem að veita á að hætta að reykja. En það er ennþá að reykja því að mér skiptir ykkur máli hvort ég verið hætta að reykja í dag eða morgun. Þannig ég held að við séum í einhverju svona bara forskrúun heilans að geta ekki brúðist við hættunni sem að stafar að íslenskunni og íslenskri menningu vegna þess að við sjáum ekki alveg að þurfum að gera eitthvað í dag eða þessu kjörtímabili eða hvað. Við þurfum að koma smá þarna eitthvað svona Laxness rautt flagg. Það vantar eitthvað urgency í þetta. Það þarf ekki líka að vita hvað þú ættir að gera.
því að það er valkostir sem við stöndum frammi fyrir sem aðgerðir, sem væri þá til dæmis auknar kröfur einhvers staðar. Ég meina, þú veit einhverju leiti að grínast með að setja 5 ára krakka í próf og refsa. Ég segi bara já strax. En sjáu ekki refsa, en ég meina að þetta er hluti að við athuga, hérna er barnið heilbrigt. Já, það er náttúrulega í skóla, barnið er fyrir skóla, það er náttúrulega mæld kunnátta þeirra, skilurðu. Þú veist, þannig að þessar upplýsingar liggja fyrir hjá opinberum aðilum í einhverjum skilningi, hvort barnið kann að tala. Já, bara við að aðferðirnar sem við þyrftum að beita til þess að gera þetta eru frelsishamlandi og við erum í samfélagi þar sem að einstaklingshyggjan og frelsið er svo dóminant að það er mjög erfitt að sjá hvernig væri hægt að setja slíka reglur eða hvað þá framfylgja þeim á einhvern hátt sem að samrýmist öðrum gildum okkar í okkar samfélagi. Það byrjar á þeim aðgerðum sem að raska gildunum ekki of mikið og svo heldur áfram. Þannig að það ert ekki að ímynda þér ítrustuð aðgerðirnar og hvort að við setjum svo við það. Þú vilt hafa ekki aðgengi að íslensku námi. Þú vilt að það sé fylgst með... En ég ætla að segja það sem að hratt þessu öll að stað var þrennt. Þú veist, þessar umræði eins og þú ert að segja, það er alltaf eitthvað svona sem kveikir á að við erum að tala hlutina. Það gerði svolítið á sama tímapunkt að það var þrennt, það var annars var yfirvöld ætlaði að skera niður bara í fjárframlagi til íslenskukennslu fyrir útlendinga. Það var bókasafnssjóður höfunda, það stóð til að skera hann niður og svo var það öll þessi umræði með að ungmenni var hætt að lesa Laxness. Þetta gerist einhvern veginn á sama tíma þannig að í svona 2 mánuði var heilmikil umræða íslensku og sem má ekki alveg koðna niður því það þarf að taka hana og eiginlega væri ótrúlega góður þáttu bara hér að hafa... Hvernig endaði þetta með Laxness og börnina? Veit það einhver? Það varð umræða sem að varð svolítið svona skemmtilega úr alls konar áttum og hérna en þú veist það er eitt líka bara einmitt með þetta kynslóðarof þú veist eru þau endilega að skilja bækurnar hans stafsendingu og allt þetta en það er búið að gefa út bækur þú veist með nútíma stafsendingu. Þá fór ég með dóttur mína sem er 18 ára á Sölku í Sögurloftinu og þar er sömuleyti er í leikhúsinu rosalega erfið hvað heitir þetta svona framsetningar hefð á Laxness sem ég held að leikhúsið þurfi einhvern veginn að hrista svolítið upp í og hefur bara ekki gengið það er svo, hefðin sé svo sterk að það er allir að svo mara yfir þessu en Unnur Ösp er með leikgerð upp úr Sölku og tekur svona bara þráð úr þeirri sögu sem að verður náttúrulega rosalega aktúel núna bara út af Epstein-skjölunum og okkur flera. Ég setti Facebook-status þetta að því að ég fór með son minn sem verið 15 ára í mars fór líka á sýningu og hann var svo hrifinn og hún varst bara geggjað og frábært þannig ég setti einhvern svona status þetta bara einhvern veginn fyrir beintin í unglingin hann var bara 28 ára hann skrifaði fyrir að beintin 29 þetta var allt komið og það er eitthvað svona mikið unglingshjarta í sem hún nær mjög fram í þessari sem er í bókinni en það eru þessi aðra sýningar á Sölku það sem er reynt að vera að tala um einhverja stjórnmálabarátt og eitthvað fleira sem að þvælist fyrir og þetta reyna að segja kannski 18 sögur sem þú getur í bók en hún nær einhvern veginn að draga fram ótrúlega einfalt að skýra þráð í sögunni. Þetta er algjör upplifun þessi sýning því að hún galdrar mann svo hún raunin þetta svo ótrúlega góð leið til að segja svona sögu, hún stekkur inn í helstu karaktera bara og er Salka og ég myndi skrifa að vera einhvern veginn of eitthvað innihaldslaust að segja eitthvað stórkostlegt sýning þetta er bara, maður er inn í þessu þetta er svo kröftug fegur Hver var að leikstýra? Maðurinn Björn Þetta er líka æðisleg ég var mjög hrifinn af þessu þetta er rosalega vel gert hjá henni bæði það að eima þennan þráð úr sögunni úr fyrirbókin sem ég held að hafa verið mjög sterkt frekar en að persónulega er ég miklu minna hrifinn að sendibókinni ég minnst svona pólitísk list venjulega eða mér finnst hún á oft svolítið bátt en þarna nærum bara skýrumtræðið 3 persónur og bara nær að gera úr því einhverja dýnamík sem virkar og snjallar sviðsetningar og allt það auðvitað hún er alltaf frábær fagmaður en líka fannst mér eftir þetta verð og gott út í að tala um málfærið að hún hélt tungutakið að málsniðinu eiginlega
Já, en samt á svo léttan hátt. En út af því hún flutti það svo náttúrulega sem að maður hugsa nú bara að leggja 2 tíma svona text á minnið á þess að hafa neitt á mótið til þess að kveikja minnið hvað þú átt að segja næst, það er ótrúlegt. En þá var þetta ekki fráhrindandi. Þetta jafnvel fyrir þá sem ekki vanir innu laxnesíska andrúmslofti að þeir mun geta stíðin í þetta og skilja hvað er að gerast en við hinn getum notið þess líka vera í þessu málsniði sem er algjör að því að uppáhaldsorðið þetta neysluvenjur okkar á menningu er að breytast en það er kannski, þetta er líka þú veist þessar nýju leiðir til að miðla sömu sögunum og eins og það sem að það út að tala sko við ræktum leikara til þess að gera þetta. Já. Það Bretar rækta leikara til þess að geta farið með Shakespeare eins og þeim hefur dottið í huga áðan sko. Og við upplifum það eins og maðurinn hefur verið alvörun að tala svona sem meikar engan sens. En það er náttúrulega hæfni að eiga góða leikara eitthvað svona hóp til þess að geta gert þetta er bara svo óendanlega mikilvægt. En svo líka verður að segja líka bara að þetta leiksvið þarna á loftinu hjá Kjartani og kompani upp í Borgarnesi er svolítið skemmtilegt það er líka talandi fjölbreytileika og mikilvæg hans þar ertu með eitthvað sem er á svona mörkum leikhúsins og einhvers annars og frásagnarinnar og það er svo ótrúlega skemmtileg vít sem að söguloftið hefur komið með inn að vera ekki, þú veist, Grikkirnir skiptust í þrennt sko af ljóðlistin dramatíkin og frásagnarlistin og þannig ertu með eitthvað sem að leikur á mörkunum á frásagnarlistin og dramatíkinni gerir þið kleift að segja sögur já, baðstofufílingur líka en líka bara mörkum þessar listforma þar sem að leikhúsi, svona stór dramatísk leikhús þau eru lélega að segja sögur í sjálfu sér, þau eru góði að segja lýsa spennumilli persóna það var það sem ég fann sem ég hugsa bara þetta er eiginlega miklu betra form heldur en að horfa á þetta eitthvað með mörgum leikur ég held nefnilega fyrir sko stórar episkar bækur eins og það sem að hafiðin skrifaði að þá hendar þetta forma mörguleiti betur því þetta er ekki dramatíska bækur í sjálfu það er dramatík í þeim en þau eru ekki dramatísk verk þannig að þetta format henda vel það sem getur blandað saman dramatíkinu og henni episku eða frásagnuleg Benedikt Erlingsinni tókst að segja Egilssögu þarna á loftinu á sínum tíma alveg stórkostlega þar sem voru allir nema Egill voru með svona hár já, blésum upp alltaf þetta er sköllóttur við varum bara eftir því þegar ég er að segja þetta nei, þetta er þessast frásagnarleikus að það er hérna og sumuleiti þessi einleikir eru að mörgu leiti þannig og það eru óvunni mikið einleikjum og sumuleiti er þetta alltaf samtíminn alltaf að leita að einhverju formi sem að hendar okkur og það er tala misjafnlega til okkar en Unnur er að master þetta form sko búin að taka bókina Elisabethar Jökuls og svo Úlfur ég glem alltaf nöfnum en hún er virkilega svona og það er mismunandi hvernig svona tala til okkar eins og ég hefði ekkert fyrirfram endilega veðja á að sko Salka myndi hitta 18 ára dóttur mína ég hefði alveg verið að segja allir ekki bara best að séu 2-3 kynslur sem bara gleyma Laxness og svo uppgötar bara einhver kynsluðan og við þurfum bara endun í hann einhvern veginn með einhverjum hætti og þannig er það bara í lífinu. Sko ég hef ekkert haldið Laxness að sinni mínum sem er á 15 ári og eins og ég segi bara við séu undan mér hver Charlie Kirk væri en þetta fór bara eitthvað beint ég hvet fólk til að fara með úlingana sína á þessu sýningu en að því að við erum þarna að þá er Salka upp í, hérna er að slá í gegn upp í Borgarfirði og á vegum Þjóðleikhússins að hálfuleiti. Óristega sem er, ég man ekki hvað margra, er ekki 3400 ára gammalt verk. Já, og svo er Ormstunga líka sem söngleikur sem er 1000 ára gammalt. Þetta er svolítið merkilegt. Já. Því að stundum eru tímandi þannig að þeir allir soga til sín eitthvað, það getur verið svo endurskoðuna tími. Við vitum ekki alveg hvar við erum og þá förum við í gamalt til þess að finna einhverja samsvörun til þess að geta endurfæðst, eða ekki? Kannski eru það á þannig tíma. Það séu færri verk sem eru samin beint inn í nútíman sem að hitt okkur, ég get þjóluður nokkur sem að verið séð til þessi Þjóðleikhúsinu sem að fóru bara aukstaðar yfir hausinn á mér. Sko. Er þessi Ormstunga ekki að fara, eða þú veist, finnst fólki það skemmtilegt? Mér fannst hún sko ótrúlega sniðugt vegna þess að þeir taka Íslendingasögurnar eins og frægt er að maður veit aldrei
hvernig persónum líður, maður bara ræður í það og setja upp söngleik og söngleiki eru bara eins og óperur og byggja upp á aríum sem söngur sálarinnar út í salin þannig að þeir þurfa að semja algjörlega nýjar persónur inn í gömlu persónunar og þeir koma bara með þetta nútíma persónur sem eru þarna þetta bara menn sem vilja meika það og eru skotnir og vera reiðir og skilgreiningar atriði Íslendingasögunar að hið innra líf persónunnar er ekki til staðar þetta snúar svo við já, því þarna taka þennan í rauninni amerísku söngleikihefðina og þetta er inspirerað bara á Hamilton og þessum söngleikum sem sló í gegn það sem að líka rappað og svona dót, ekki bara sungið og ég ekki búin að sjá þetta en dóttir mín fór á þetta í síðustu viku og hún er mjög kresin og var mjög hrifin af þessu, fannst það rosalega vel hefnað og þannig að ég er bara spenntur að sjá þetta sko Þannig þetta kornungi menn, þannig 28 ára, ég held að Haddi sé 27, sem er svona aðalhöfundurinn í þessu. Já, þetta er bara frábært, þetta er bara mjög spennandi að sjá þetta. Þetta er enda rosalega, ég las þessa sögu aftur fyrir nokkrum árum, ég tók mig til að lasa Íslendingasögunar, að margar af þeim aftur fyrir nokkrum árum í svona bókaklúbb sem ég er í og las þessa sögu aftur, þetta er rosalega sérkennileg saga að lesa, sko, þú veist, þetta tómarum, hins innra, verður svo sláandi í þessari sögu það er svo erfitt að gera sér grein fyrir hvað drífur þessar persónur áfram þannig að ég er drifnir áfram með einhver innra en þú fær ekki að vita hvað það er þú veist ekki hvað það er þannig að ég er svolítið spenntur að sjá hvað þeir skálda í þá eyðu sko. Ég verður glaður að sjá það mér fannst það bara strax út að byrja það fatt að maður þetta eru nútíma einstaklingar sem eru þarna inn í það er mjög skemmtilegt hvernig þetta fer saman Herðu, en ég veit ekki hvort að ég er reyna með íslenska menningu að tungumálið stendur veikt og getur dáið og þar með hverfur öll og ég spurði þig á hann bara er það ekki bara þannig það bara það kemur bara eitthvað annað fólk og það tengist einhver annari menningu ber okkur skylda til þess að flytja íslenska menningu til barnana okkar og barnabarnana Við þurfum ákveða þú veist, viljum við þetta rof viljum við, þú veist, hafa þessi blæbrigði, þessar forsöndur skilja heiminn með okkar tungumáli við þurfum að gera þetta upp á okkur og ef við ætlum að viljum það þá þurfum við að gera eitthvað meira Ég held að það snúist líka það hvað við getum réttlætt fyrir okkur innan þessi hugtaka ramma sem við búum inn í og mín tilfinning er svo að hluti af vandanum er líka svo að við stöndum frammi fyrir því að gamla orðræðan tungumálið sem við kannski og við volumst upp við einhverju leiti en svona kannski heldur áratugina undan þú veist, þetta er það sem að Vigdís talaði svolítið í þeim anda alltaf þrenning land, þjóð og tunga og eitthvað svona að þetta eru orðræða sem að gengur ekki upp innan samtíma orðræðunar hún er bara hreinlega ólögleg Við þurfum að uppdata Já, sko vandinn er að hún gekk upp innan þeirra orðræðu sem var þá dominant sem var miklu þjóðernislegri orðræða og ekki bara á Íslandi, bara alls þar í heiminum þar sem vinstri menn voru nationalískir til dæmis sem að þeir eru orðinir núna allir universalistar þannig að þú veist það að því leyti hefur í rauninni undirstaðan fyrir réttlætingu þjóðtungunar gufaði. Þetta er rosalega áhugavert líka það býr ákveðin stéttaskipting í tungumálinu og mér finnst oft áhugavert sem þú veist, Eiríkur Rögnvalds er að skrifa það er hann að segja að fólki veri ekki að gera grín af öðrum þó þeir, þú veist sem einhverja núansa sem það tel ekki rétt í málnotkun eða gagnrýna þáfalls ekki eitthvað aðalatrið bara við séum að nota máli og þorum og skrifum og líka þetta að þú veist einmitt ungmenni kannski fara að nota ensku og segist það betri ensku heldur en íslensku en þau á sama tíma hafa ekki sama eira fyrir vitleysunum sem þau gera og við verðum að fá að tala vitleysa íslensku og alls konar afbrigði íslensku og ég hef líka að tala við fólk sem hefur lært íslensku og það sé mjög erfitt að koma hingað að tala íslensku því Íslendingar byrja alltaf að tala ensku Íslendingar hafa ekki neina reynslu Íslendingar ekki reyndir í því að hlusta á íslensku sem að þú veist, ekki alveg eins og þeir eru vanir að heyra og þar erum við bara svolítið heimóttaleg þannig að það er alls konar svona Ég er að þú spyrir ber okkur skylda til þess að verndana að við erum bara gagnvart hverjum ef við höfum skyldu gagnvart hverjum hún og
Er það ekki... Bara heiminum, öllum ófættum. Er það öllum ófættum? Hvort að heimur sé betri á því að eiga íslenska hugsun? Já, ég veit það ekki, það er svo margt annað sem getur farið til fjandans einhvern veginn áður en að íslenskan er kannski ekki það allra versta, en ég hugsa samt bara, ég á 9 ára strák og mér finnst ég bera sem tvítyngdur, eiginlega þrítengdur og mér finnst ég bera skyldu til að kenna honum íslensku svo hann geti þá allavega valið og haft aðgang að einhvern veginn. Minnst það að vera bara svo eitthvað einfalt hjá okkur. Já. Er það ekki? Er það ekki eitthvað svona tilfinning sem er svona sterk? En ef ég má tengja, við vorum að tala svona að við séum á viðsjárverðum tíma, það sem er mikil degla í gangi hugmyndur okkar og heimsmynd og sjálfsmynd okkur fleira. Og ef að við lifum innan tungumálsins, og það er íslenska, sem við ólumst upp í því og það er svona, við hugsum á íslensku, hugsum við ekki öll íslensku? Jú, heldur við. En ef að það tækir hörnar, þá erum við eiginlega dæmd til þess að eiginlega miskilja sjálf okkur og heiminn og allt eiginlega klappið. B-klassa fólk. Algjörlega B-klassa fólk. Býtu, ef við getum ekki hugsað ef við höfum ekki tækið sem við höfum til þess að hugsa innan sem er íslenskan. Við þurfum að hafa eitthvað tungumál. Það er ekki að segja að íslenska sé eina tungumáli sem það er. Nei, við getum alveg hugsað án þess. Og það var fullkomið vald á einhverju, eða þú veist, gott vald til þess að geta skipt skoðun, mætt hérna allt í nátt á því það sem þú hélst. Og þú verður að geta endurskapað hugsanir þannig að séu frjóar inn í okkar tíma þannig að ekki að dröslast áfram með landi, tunga, þjóðin, sagan þegar það er löngu dautt og orðið bara skaðlegt og kannski er íslenskan okkar alveg á mörkunum að geta haldið utanum það sem hún þarf að gera skil okkur í heimi sem er á hverfandagli. Tungumáli er náttúrulega líka lifandi vera, þú veist, íslenskan breytist og þú veist... Ég ætla að segja, þetta er eins og hús líka, eða þú getur friðað hús og svo býr enginn í þig og hvað það er dautt hús. Bara, við viljum að einhver nýr getur fluttið inn og það sé búið að breyta eins í nokkrar íbúðir og það geti einhver verið þarna og eitthvað svona. En það er eins og í Írlandi sem er bara, þú veist, svona stóðu frammi fyrir þessum vanda og urðans að hallloka, en ég greip fyrir ég ætlaði bara að segja sko að mér finnst svona stundum svolítið erfitt að átta mig á þessar umræðu það að þessi verið að sko, stundum líður mér eins og umræðan sé alltaf nokkrum áratögum á eftir staðreyndunum og ekki bara í þessu umræðu heldur bara eiginlega á mjög mörgum sviðum það er eins og stundum ennþá er eitthvað listamenn eða jáfnvel sumir sagnfræðingar að koma fram með byltingakendar hugmyndir að samfæra þjóðunum að hér hafi ekki verið neinn gullöld á miðöldum eða eitthvað slíkt og ég veit ekki neitt sem að fór í skóla með minni kynslóð hvað þá eftir sem að lærði sko hugmyndasögu Jónasar frá Hriflu, skilur þetta er bara, þetta eru augljós sannindi og við vitum þetta og það er alltaf fólk að tala fólk sem er að leiðrétta fólk fyrir íslensku. Ég sé allan nokkurn mann leiðrétta íslensku nokkurs manns á Íslandi í dag, svona ef ég bara horfi yfir. Ég sé það ekki mínum hverju, ég er ekki að segja það sé ekki til. En þú veist, stundum er þetta svona ekki bara fólk í stríði, ég er ekki að segja við vindmyllur, en við einhverja byggingar sem er ekki lengur til staðar. Það er mjög langt frá því að það sé einhver málfarsfasism í gangi á Íslandi í dag. Má ég andmæla að því að þú varst að nefna forseta. Ólafur Ragnar Grímsson þegar hann ávarpar þjóðina, þá talar hann beint út úr sko, söguskilningi Jóns Aðils og Jóns Hriflu. Þegar Sigmundur Davíð ávarpar þjóðina, þannig að inn í stjórnmálunum hefur öll þessar sagnfræði rannsóknir, það bara ekki haft nein áhrif. Já, ég skal ekki, það er auðvitað fólk sem talar það, en ég er að segja sem dominant hvað við segja, hugmynd í hvað... Við vorum frjáls, töpuðum sjálfstöðu okkur urðum fátæk, endurnýjum sjálfstöðu okkur urðum rík. Talum bara orðræðu sem við heldur sér, þetta bara eins og fullveldi notaði mál eftir mál, allt snýst fullveldi. En þetta er þessi ákvörðin, sko, bara kemur tímabóður kannski sem bara foreldrar fara að tala ensku við börn og bara hugsa að þetta gagnast þeim miklu betur og það hefur gerst eins og í Írlandi. Eða á Írlandi, hvort? Já, myndi ég nú segja, sko. Við skulum vera í difflinni samt. Við skulum skrifa greinum þetta. En það er náttúrulega bara mjög áhugavert dæmi tungu. Ég held að þeirra vandamál var náttúrulega höggið þeirra var ekki síst að tungumálið sem var að yfirkeyra þeirra eigin tungu var
hefði það verið þýska þá hefði kannski lifað af en það er ómikil þungi. Herðu, en Ragnar Helgi, takk fyrir að benda á það að sko, við þurfum að halda umræðinni gangandi til þess að ná í skottið á staðritunum að það er hluti, það er þess ástæð fyrir þetta borðir hérna, við erum alltaf að tala að við raunverulega trúum því að við skuldum eiginlega svona, við verðum að tala okkur inn á það er allt of mikið að við séum að ræða eins og að sko lausninnar liggi fyrir, það er langt frá því við þurfum að tala til þess að reyna að skilja hvernig sko staðan áður við höfum eiginlega velta fyrir okkur hverja lausninnar eru. Ok, hérna útvarpsleikhúsið sem ég langaði svo að gera hérna. Ég er alveg komið að þetta verða svona tvær eitthvað manneskjur. Önnur er bara eitthvað íslenskan og hinn er enskan og svo er einhver svona sem er að fara að halda við aðra þeirra og það er svona einhvern veginn að láta Þetta þriðarpersonan sem er kannski portugalska. Þetta verður útvarpsleik. Það er hérna Eiður Jónsson að koma hérna að verða með útvarpsleikrit hérna við rauðaborðið, mjög fljótlega. En ég ætla að þakka ykkur fyrir og ég fæ ykkur aftur til þess að halda áfram þessar umræðu að því við eigum svo langt eftir með að tala okkur niður á einhverju niðurstöðu sem við erum kannski heldur ekki að gera. Við erum bara að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. En maður grípa aðeins bara þessi típa íslenskan er með geðveika kröfur. Það er erfið manneskja. Auður, Ragnar Helgi, Rán og Viktoría, kæra þakkir. Takk. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.